Viðskiptaráðherra segir enga ástæðu til að segja af sér en segir það í höndum formanns flokksins hvort hann sitji áfram á ráðherrastóli. Viðskiptaráðherra segir enga ástæðu til að segja af sér en segir það í höndum formanns flokksins hvort hann sitji áfram á ráðherrastóli. Sindri Sindrason. Háværar raddir að viðskiptaráðherra verði settur af. Ekki mjög kunnugt það, mér hefur ekki verið tilkynnt neitt slíkt og efast að þær heimildir hafi mikið fyrir sér. Ingibjörg sagði í kvöldfréttum okkar í gær að hún útilokaði ekki ráðherrabreytingar áður en árið á enda. Björgvin ekki hræddur sína stöðu. Nei, ég ekki hræddur eitt eða neitt. Formaðurinn fer með þetta vald og hún hefur sagt að hún að skoða þetta eins og svo margt annað og það kemur bara ljós hvaða niðurstöðu hún kemst að. En þau eru ótal mörgum málin, Björgvin, sem að þú hefur ekki vitað af. Finnst þér engin ástæða til að segja af þér? Hvaða mál eru það sérstaklega? Björgvin vissi ekki þjóðnýtingu Glitnis fyrir nánast var búið að ganga frá samningnum. Hann vissi ekki af uppsögnum innan Landsbankans og að kjör starfsmanna myndu skerðast fyrr en eftir á. Laun Kaupþingsforstjóra komu honum á óvart. Hann vissi ekki af persónulegum ábyrgðum stjórnenda Kaupþings vegna hlutabréfakaupa í bankanum og hann hefur ekki hitt og fundað með Davíð Oddssyni seðlabankastjóra í ár. Þú getur líka talið upp nokkur þúsund mál sem ég vissi allt um. Þannig þetta bara eftir hvaða sjónarhorn þú velur þér. Ef þú ætlar að gera störf einhverja manna tortryggileg þá ekkert mál að gera það. Það ekki síður að ráðherra segja af sér á Íslandi. Benda þeir á að þeir hafi ekki gert neitt lagalega rangt. Bankakerfið hins vegar hrunið og þá óeðlileg krafa að yfirmaður bankamála segja af sér. Það alveg sjálfsagt að menn segja af sér ef að þeir verða upp í sér af einhverjum afglöpum. Ég hef ekki orðið það og hef gert með allra besta í þessu öllu saman, ekki brotið af mér og neitt slíkt. Menn segja ekki af sér bara til að segja af sér og friðþægjast við einhver umræðu.